ég á líf. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, úr stemningunni Arnarhóli förum við yfir í hestamennskuna og það var náttúrulega helgina landsmót hestamanna á Hólum í Hjaltadal. Fyrst skiptið haldið í annarskiptið náttúrulega í sögunni en þetta var í fyrst skiptið ef við minnir í 50 ára eða gáleika og línunni komið Bjarni Þorgeirsson frá Þórólfsstöðum. Komdu bless á sæll höfðingi. Já, komdu blessaður, gestur og hæli. Hefur þú ykkur að tölu á því nú með hvaða hestamót þetta var hjá þér? Landsmót, áttu við? Já. Ég er svo sem ekki tölu á því en ég get sagt þér það að ég var í fyrsta skipti á landsmóti á Skógarhólum við Þingvöll 1962 og þá var ég nú ekki nema 8 ára og man nú kannski ekki eftir mörgu sem þar gerðist og þó einhverju en 1966 var ég á Hólum 12 ára gamall og það man ég nú býsna vel. Já. Og síðan hef ég þannig að það er svo sem það er bara svolítið að finna þetta út hvað í rauðinu það en þetta er staðreyndir sem þetta er að leggja til grundvallar. Já, nákvæmlega. Og já, það er svona í minningunni fyrir 50 árum síðan, hvernig aðstöður heldur betur breysti það ekki á landsmótum? Jú, auðvitað hefur það nú heldur betur breyst og það er nú saga að segja frá því en ég var svo sem ekki mikið að pæli í því fyrir 50 árum þegar ég var 12 ára hvernig aðstæðan var en ég var mikið að hugsa hrossin og lagði þau vel á minni og tók eftir því öllu og ég held ég muni nú bara enn þann dag í dag eftir mjög mörgur hrossum sem þar voru. Já. En landsmóti sem var núna þetta, það má segja að þetta hafi lukkast bara ansi vel svona með þá sem maður hefur talað við og einnig kannski veðri sem að stríddi manni aðeins kannski svona síðustu dagana. Já, það getur nú engin ráðið við en þetta, ég tek alveg með heilum hug undir það að þetta var afskaplega vel heppnað á allan hátt hlega. Og bæði náttúrulega hestakostur var alveg einstakur og frábær og það er nú bara þannig að það þarf ekki að spyrja því yfirleitt. Það er bara orðið svoleiðis á landsmótum. Já, og ganga því gefnu en svo var bara aðstæðan alveg til fyrirmyndar og öll umgjör mótsins má segja. En það er náttúrulega hefur kannski staðið hæst fyrir þig að fylgjast með náttúrulega síniðinum slá heimsmet? Já, það auðvitað gerði það. Það var náttúrulega bara sögulegur atburður þó það hefði gerst áður á síðasta landsmóti. Þau slægi heimsmetið Bjarni og Hera þá var þetta náttúrulega alveg einstakt og verður ábyggilega lengi í minnum haft það fleiri með mér jafnvel. En ég ætlaði svona að spyrja það margir hafa spurt svona kannski almenn hlustandinn áttar sig kannski ekki almennilega á því að nú hefur margir svona þeir sem fylgjast kannski bara með bolta og fylgjast ekki endilega með hestaíþróttinni það hvað mikil vinna liggur hjá knapa að ná góðum árangri í hestaíþróttinni. Já, það er náttúrulega bara svo sem eins og í öllum afreksíþróttum það er ekkert frábrugðið öðrum þetta afrek er ekkert frábrugðið öðrum að því leyti til að það liggur náttúrulega geysileg vinna á bakviða hjá knaparnum og þjálfaranum en svo má kannski benda á það og ætta því við að það liggur náttúrulega áratuga hugsjónastarf í bæði ræktun og uppbyggingu skeiðhrossa að þessu. Þetta er náttúrulega engin tilviljun að koma fram svona hross
og kannski ekki heldur menn. Nei, nákvæmlega. Út í það farið. Já. Þú þekkir þetta náttúrulega báðum áttum. Þú náttúrulega sjálfur keftir mikið körfuknattleik, þannig að þú finnur kannski munin á þessu eða er þetta alveg? Já, ég náttúrulega, ég kefti svolítið körfubolta, það var nú kannski bara gutt hjá mér en ég svo sem hafði góða nasasjón á því að hvernig íþróttamenn byggja sig upp og auðvitað er þetta á margan hátt ekkert ólíkt því og bara mjög líkt því að byggja upp afreksfoss í kappreiðum og það má alveg hæglega ábyggilega finna margt líkt með þjálfun keppnismanna í íþróttum. Það er engin vafi og það var svolítið skemmtileg staðfesting eiginlega sem fékkst á því þegar Þorvaldur Árnason svo mikli skeiðsknapi og kynmeistari, bluttmeistari Íslands, þá sem að hannaði og fann upp bótamatskerfið. Hann kom í vor á fund hjá skeiðfélaginu á Selfossi og þar sem hann var að gera sér grein fyrir, eða gera okkur grein fyrir líka, því sem hann var búinn að rannsaka þessar hliðstæður í uppbyggingu afreksmanna í íþróttum og kappreiðum. Og það var í rauninni kannski meðal annars skemmtileg staðfesting á ýmsu sem að menn að gera hérna og það má líka benda á það að margir af þeim sem að minnskosti sumir af þeim sem að hafa náð lengst í kappreiðum og skeiðkappreiðum til dæmis í gegnum tíðina, við förum bara áratugi eftir í tíman að þeir hafa verið íþróttamenn jafnframt. Það má nefna Þorgeir í Guðnesi og það má nefna náttúrulega Bjarni á Laugavatni, langafa nýja heimsmeistarans og Þorgeir son hans og að því hún nefndi sjálfa mig og þá er þetta þá má segja að þetta sé fjórði ættliður skeið og íþróttamanna sem eru þarna ekki. Nákvæmlega. En hvað er svona, hefur þið fundist núna, hestamennskan, hún hefur það ekki tekið mikil breytingum, eða svona hesta íþróttin sjálf og já, nú er þetta orðnir það miklir, eða ekki svona afreksmenn, þannig séð að þetta er bara til mestu fyrirmyndar íþróttamenn. Já, það er alveg satt og það hefur nú kannski alltaf verið bara, ég meina það er ekki þar með sagt að það séu neina stórbreytingar endilega en svona gegnum sneitt þá hafa minnskosti þeir sem að hafa skarað fram úr í íþróttamennsku, þeir hafa rutt brautina fyrir svoleiðis viðhorfum og verið til fyrirmyndar og það eru náttúrulega æ fleiri sem að fara þá leið og gera þetta á sannri íþróttamennsku. Já, það er alveg rétt hjá þér. En framundan, það er náttúrulega Íslandsmót, það er væntanlega, nú kannski er almenn hlustin sem áttar sig ekki, hver er svona, nú er Íslandsmót framundan, landsmóti er búið að vera fast, þetta Íslandsmót sem er núna framundan, hver er svona helsti munur á landsmóti og Íslandsmóti, veistu hver það er? Já, ég veit það sko, landsmóti er rauninni miklu hæfari vettvangur og tekur á fleiri þáttum og þar eru náttúrulega mér skoðast að margra mati kynbótarhross í forgrunni og gæðingakeppnin en á Íslandsmóti þar eru hesta íþróttirnar í forgrunni og þar er rauninni áherslan langmest á knapan, meir en hestin, skilur við. Já, í íþróttakeppninni. Það er keppni knapanna en
En á landsmótinu og gæðingakeppninni og í skeiðkappi, þar það hesturinn sem í forgrunni. Já. Og það eru hestarnir sem keppa sín á milli á landsmótum. En frekar litið á það þannig að keppni knapanna sjálfra sé á íþróttamótum eða hesta eða Íslandsmóti í hesta íþróttum. Það heitir það. Já. Íslandsmóti í hesta íþróttum. Já, okay. Já, þegar maður horfir svona á sögu landsmótsins og hestamennskunar þá fyrir 50 árum þá voru menn margir hverjir ekki einu svona með hjálma á hausnum á sig þegar voru að keppa. Nei, það var algjör undantekning og ég kíkti þarna inn í tjald, þarna var á hóluna sem var einmitt sýnt frá kvikmynd sem tekin var á landsmótinu 1966 og það var, ég kom að það sem voru sýndar kappreiðar, eitthvað af kappreiðanum og þekkti nú þar rauninni bæði hross og menn, en þar voru allir hjálmlausir náttúrulega og eins og klífkaðist bara, það er ekkit langt síðan fyrst mér að menn fóru að vera með hjálma. En það sást einn hjálmur þarna og ég held að það hafi verið Kolbrún Kristjánsdóttir. Mér minnir það að það stemmi vel við það sem ég man best að hún skar sig úr. Hún var alltaf með hjálm. Hún var knapi á stökkhestum og hún var alltaf með hjálm. Já. Ég held að þetta hafi verið Kolbrún. En það er það ekki bara til jákvæðna að menn séu núna vel hlífðir? Jú. Það er bara það besta mál. Og ég fer sjálfur aldrei að baknefa með hjálm og nú til dags. Já, nákvæmlega. Já. Þeir eru teknir á teppið ekki sem eru hjálmlösi núna í dag? Jú, þeir fá ekki að koma fram í keppni eða sýningum nema að vera með hjálm. Það er alveg klart mál. Bjarni Þorgeirsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og Íslandsmóti framundan, manstu hvenær það er? Já, ég held að séu 3 vikur í það og það verður hérna á Selfossi. Já, þannig að það verður heilmikið veisla og það er betur orðin góð aðstæða núna á Selfossi til hestamennsku? Já, til hvers sem vera skal. Það eru frábæri vellir og ég veit að Sleipnismenn munu leysa það alveg glæsilega hendi ef þetta ekki á rétt. Okay. Bjarni Þorgeirsson, Þórsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best í ræktun og þakka kærlega fyrir fróðleikinn. Þakka þér fyrir spjallið. Já, Bjarni Þorgeirsson og eins og hann kom inn á, hann er þó nokkur landsmótinn og því miður á fjalli í starffræði þegar ég var í grunnskóla og þannig ég ætla ekki að reikna út hvað hann er búin að fara á mörg landsmót. En ef þetta er rétt reiknað á mér í fljótubræði þá er þetta fara að nálgast 30 landsmót. Ef þetta er rétt reiknað á mér en það er sennilega kolvitlaust. En við ætlum að halda okkar áfram við hestamennskuna áður en við förum í torfæru og rally og gott betur en það. En næsti viðmælandi minn þá var það sá sem sigraði ungmennaflokkin svokallaðan og það var hann Gústaf Ásgeir Hinriksson. Heyrum í honum og svo er það næstum mánudag þá ætlum við að vera með fleiri viðtöl úr landsmótinu. Þar sem við heyrum í Eirunýr Pálsdóttur, Árna Björn Pálssyni og fleirum góðum spekingum. Upp í myrkrið með fram hjá huna